Sæl og blessuð. Ég heiti Elín Jónsdóttir, deildarforstjóri lagadeildar Háskólans á Bifröst og ég hérna með henni Helgu Kristínu Auðunsdóttir sem var að ljúka doktorsprófi í lögum frá Fordham háskóla í Bandaríkjunum. Helga Kristín fyrsti lögfræðingurinn sem útskrifast frá Háskólanum á Bifröst þess að ljúka doktorsprófi. Og það alveg sérlega ánægilegt að það að gerast akkurat árið sem við höldum upp á 20 ára afmæli lagakennslu við háskólan. Þannig að við sáum að þetta var alveg tilefni til að sittast niður og taka smá samtal doktorsritgerðina og bara Helgu Kristínu og hennar feril. Velkomin til mín hérna í Vigrafell. Takk fyrir. Gott að vera komin aftur á Bifröst. Já. Ég ætlaði að byrja að biðja að segja okkur bara aðeins frá þínum ferli og hvernig það kom til að þú fórst í doktorsnám til Bandaríkjanna. Já, það var svolítið skemmtileg saga og allt þess að fyrir þetta dálítið svona hringinn í kringum Bifröst og lagadeildina hér. Ég var þess að í hópi fyrstu nemenda sem að hóf námi viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst og það var árið 2001 sem við komum hingað skemmtilegur hópur, frábær hópur af nemendum sem að stigum það hugrakka skref að fara í laganám annars staðar en við Háskóla Íslands vegna þess að áður hafði lögfræði ekki verið kennd annars staðar heldur en við HÍ og við vorum öll gríðarlega spennt og komum hingað á campus og okkar beið stórmerkilegt ævintýri. Bæði það að taka þátt í verkefninu að byggja upp lagadeild vegna þess að mér finnst oft nemendur vera mikilvægur þáttur í deildinni sjálfri. Og svo líka bara að vera hér í þessu samfélagi og kynnast kennurunum svona náið sem varum öll einhvern veginn saman í því að hugsa hvernig hægt að kenna lögfræði með öðrum hætti. Enginn af okkur sem að hóf nám hér ætlaði nokkurn tímann að verða starfandi lögfræðingur, en það var það ekki boðið þegar við byrjum. Það var bara 3 ára BS-nám í viðskiptalögfræði. En svo eins og lögfræðin oft, hún svo ofboðslega spennandi og þetta svona sækir dálítið á þessi fræði þegar maður komin inn í lagahugsunina og þá voru flest okkar sem vildu halda áfram. Þannig að eðlilegt framhald hjá Háskólanum á Bifröst var að bjóða síðan upp á ML-nám í lögfræði og við héldum þar áfram 8 nemendur af stórum hópi sem ákveðum að halda áfram í laganámi hér. Og kláruðum það 2005 kláruðum við ML í lögfræði, þessi góða hópur. Og þaðan fór ég bara að vinna hér og þar, ég byrjaði fjölgreiðslumiðlun og fór svo að vinna hjá gamla og góða FL Group sem núna heitir Stoðir. Og svo í kringum hrunið þá sæki ég framhaldsnám við Háskólann á Miami, fæ þar skólastyrk sem heitir Cobb Fellowship og fer þangað held ég bara með fyrstu flugvél úr landi eftir hrun, næstu því. Og þar ég í 1 ár í LLM-námi og síðan boðið kennslustaða við skólan þar á loknu námi. Og ég ætlaði aldrei að vera kennari, vegna þess að ég átti gríðarlega erfitt með það að tala opinberlega eða móta skoðun mín á nokkurn hátt með orðum. En þegar mér var boðin þessi staða þá ákvað ég að vera fullkomið tækifæri að æfa þannig vankanta minn einhvern staðar annar staðar en á Íslandi. Þannig að ég fer þar að kenna evrópskan samkeppnisrétt og evrópskan félagarétt og kviknaði einhver eldmóður í því að þetta var gríðarlega skemmtilegt og mamma mín kennari og þegar ég var lítil langaði mig alltaf að verða kennari. Þannig að þarna náði ég einhvern veginn að koma þessu tvennu saman og fór að kenna og svo kom ég hérna heim og fór aftur að vinna í mínu gamla starfi og síðan boðin staða deildarforseta eða sviðsstjóra lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst og ég einmitt í þessum hérna sal, ég var nýbúin að kenna hérna sem gestakennari, 1 námskeið. Og þá kemur hérna Bryndís Hlöðversdóttir sem var þá rektor og Jón Ólafsson og spurði hvort ég ville taka með þetta starf. Ég var rétt rúmlega 30, fannst ég alltaf ung og hugsaði svona já, allt sem erfitt á maður að gera. Þannig að ég tók þetta að mér og við tók mikil eldskírn að fara að stýra lagadeild en ofboðslega skemmtilegt og spennandi verkefni og þá var einmitt svo gott að koma aftur á Bifröst að finna að það alltaf svo mikil eldmóður og frumkvöðla krafti sem að býr í bæði starfsfólki og nemendur við þennan skóla. Og síðan hef ég eiginlega bara verið hér og unni hér og svo í tengslu við hérna
tengslum við hérna háskólan á University of Miami, þá var háskólan á Bifröst búin þáttaka í verkefni Law Without Walls, sem svona nýsköpunarverkefni á sviði lögfræði og við erum ennþá þáttakendur í því. Þar tengdist ég mörgum góðum háskólum og þar að meðal aðilum frá Fordham háskóla í New York og ég var svona alltaf eins og maður að leita fyrir mig langaði alltaf í doktorsnám, það var mikið verið að hvetja mig til þess. Þannig ég ræði þetta oft við vini mína þar og svo kemur einn og segir, ég búin að finna tengileið fyrir þig við háskólan á Miami, hérna Fordham háskóla, sem langar að bjóða þér í doktorsnám. Og þú verður bara að sækja og upphaflega verkefni mitt snerist öfuga samruna, þannig ég sæki það verkefni og kemst en í millitíðinni þá raun og veru verkefni mitt, maður orðið það svo drepið vegna lagabreyting í Bandaríkjunum, þannig að ég mánuð frá því að hefja doktorsnám á samtali leiðbeinanda minn og segja, þetta ekki hægt, þú ert að byrja upp á nýtt. Og svo margir vita þá fer gríðarleg vinna í það að búa til svona rannsóknaráætlun fyrir doktorsverkefni, það tekið mér nokkra mánuði. Þannig að hann segi, hvernig líst þér á að skoða það að skrifa eitt verkefni fyrir mig sem snýst hedge fund activism. Þetta hljómaði eins og algjör kínverska fyrir mér. Ég vissi ekkert hvað hann var að tala bara ég vissi hvað vogunarsjóður voru, en einhvern veginn aktivista vogunarsjóður vissi ég ekkert Þannig að ég segist alltaf að hugsa málið og fer og les mig til og hugsa sem svo að ég hef eiginlega bara dottið í lukkupottin vegna þess að þetta verkefni var svo ofboðslega spennandi og eiginlega meira á mínu áhugasviði heldur en það fyrra. Þannig ég eiginlega kom valhoppandi til New York, spennt að byrja. Þannig að þetta löng saga, en þannig byrjaði þetta og flutti síðan til New York og var þar í ár í fullu námi. Og ég til að svona fyrsta árið mitt í doktorsnáminu fór það að kenna mér að hugsa á gagnrýninn hátt og skrifa á gagnrýninn hátt. Fyrsta árið fór það að við vorum að lesa greinar og áttum eiginlega að rífa þær í okkur. Og ég skildi ekki alveg af hverju þetta væri mikilvægur þáttur í doktorsnámi. Ég held ég myndi fara að læra eitthvað vogunarsjóði eða stjórnarhætti eða eitthvað annað og svo kemst maður auðvitað því að doktorsnám snýst og doktorsskrif snúast mikið til gagnrýna hugsun og taka ekki einhvern veginn fyrir skrifum sem sjálfsögum hlut, heldur reyna að fara lengra með hugsunna sem kynnt í fyrir skrifum. Þannig að þetta var gott ár.